ég sé svona einhvern andlegan sjúkleika, við erum að, og það eitt sko, ég held að við séum að meðhöndla eitthvað svona geðrænan vanda sem ekki, þetta ekkert geðrænt vandi, þetta er bara afleiðing af því að lifa án tilgangs, þá fólk bara kvíðið, þá líður því illa, skilur við, og það það sem lifar á vók, og þá var narratífan gefur fólki, og þá verður fólk feitt, skilur við, af því það bara, já, gerðu bara það sem lætur þið líða vel, en hvað ef það lætur mér bara líða vel að borða kleinurhingi, skilur við, og eiturlyfjaneyslu á krökkum, og allt þetta, öll þessi hnignun sem í gangi í samfélaginu, ég sé þetta bara sem beina afleiðingu af því að við erum að lifa eftir einhverju erlendri sögulínu, erlendri narratífu, erlendri hugmyndafræði sem passar ekki við okkur sem við sjálfsmynd okkar sem þjóðar, og það sem hefur gerst eftir að við tókum upp þessa nýju sögulínu að fara að lifa eftir henni, þau bara skadað sjálfsmynd þjóðar og bara þjóðarsálin bara sködduð, og ég gekk mér svo langt að segja daginn að woke liberalismi sé búið að nauðga íslensku þjóðarsálinni, og ég stend bara við það, og og það líka fyndið, þegar ég sagði þetta byrjaði svona filtra sjálf á mig, sko, ég má ekki segja þetta, ég segi bara það sem ég vil, sko. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.